Góðan daginn, kæru vinir og velkomin til Guðs orðsins og kennslunar og við erum sátt við það, enda Guðs fólk, sumt Guðs fólk innan gæsalappa, það vill bara að einstaka maður kenni sér. Það er svo margt að í þessum kristna heimi, mínir elskuðu vinir, og maður nennir nú ekki einu sinni að fara að ergja sig á þeirri vitleysu allir saman. En við erum ekki fólki sem eru merkt einhverju vitleysu og við fögnum yfir hverri manneskju sem tala til okkar orð Guðs. Og veist af hverju? Við erum róleg yfir því sem framfer. Og vitið af hverju? Jú, við treystum lifandi Guði fyrir trú okkar. Þetta er nú ávöxtur þess sem þú, minn elskaði vinur, hefur verið að gera, að þú hefur náð þessu marki að bara treysta númer 1, 2 og 3 Guði fyrir trúðinni. Og vegna þess að þú ert komin á þennan merkilega stað í þínu trúarlífi, hefur ekki svo miklar áhyggjur af því hvernig maðurinn lítur út sem er að tala við þig, maðurinn eða konan. Fyrir utan svo það að hefur trúin, að því þú gerðir hana rétt frá byrjun, komið því í kring hjá þér, að þú veist nú sjálfur og sjálf heilmikið hvað orðið er að fjalla Og það er merkilegasti áfangi af öllum merkilegum áfangum hjá hverri trúaðri mannesku sem hér gengur á jörðinni og hefur gengið á jörðinni frá því að Kristur sté upp til himins og stofnaði kirkjuna sína. Þannig að við getum verið róleg með okkar trú. Og við erum ekki endilega fólki sem eiginlega erum með eitthvað í brókonum vegna þess að einhver er að tala vegna þess að við erum röng sjálf í þessu. Er það ekki bara það sem er ástæðan? Af hverju erum við röng? Já, af hverju gera menn ekki það sem er réttara? Það er erfitt að svara þessu. Vegna þess líklega að við erum bara fólk og fólk bregst misjafnlega við því sem er í vændum og því sem er að gerast. Nefnilega stundum vantar okkur orð sem er viska. En þar erum við líka án afsökunar vegna þess að okkur er gefið Guðs orð. Okkur er gefin trú til að við nýttum og gætum nýtt Guðs orð. Maður án heilags anda og gjafarinnar getur ekki og mun aldrei leita í orð Guðs vegna þess að í raun og veru, svona strangt til tekið, er þessi bók hulin. Hann sér hann ekki í bókastæðinu sinni. Sér hana, jú, nafnið, en tekur ekki eftir þessu nafni. Bókin er hulin. Og hulin er svipt frá í Jesú Kristi. Og þá verður Biblían ekki bara opinber fyrir þér, heldur áhugaverður kostur, það er að segja, ef þú heldur áfram að gera það sem réttara er, og líka núna. Þú ætlar að
opna bókina, þú ætlar að sjá til þess að bókin sé að vinna með þér og fyrir þér, vegna þess að það viltu að hún geri. Þú vilt að hún vinni fyrir þig, vinni með þér, vegna þess að það í raun og veru verk Biblíunnar fyrir þitt trúarlíf. Jú, við skulum segja það, þú sért nú ekki alveg búin að átta þig á svona mikilvægi þess fyrir mig og þig, eða fyrir þig, segjum það, við erum að tala við þig. Að Biblían sé eitthvað sem að þú þurfir að stúdera, en þú sérð hana núna. Þú horfir yfir bókahilluna þína og stoppar á einu stað. Við bók sem getur haft svartan kjöl, sem getur haft rauðan kjöl, sem getur haft bláan kjöl, hvítan kjöl, en nafnið sama, Biblían. Núna sérðu bókina. Fyrir trú, fyrir heilagan anda, rendur yfir og stoppaðir ekki við Biblíuna, en stoppaðir kannski við allar hinar bækurnar. En hún ekki lengur þér hulin. En það ekki nóg, eins og við mátt talað að Biblían sé eitthvað sem þú orðið staldrar við þegar þú lítir yfir stæðuna. Þú þarft að vita hvað hún að segja. Þá líka opinberast fyrir þér glæsileiki orðs Guðs. Orð Guðs glæsilegt fyrir mig að vita En þessu ertu ekki sammála, þar að segja, ef þú ert á þeim stað, áður en ég sjálfur, sem ég var á sjálfur, fyrir mína trú. Fyrir trú og eftir trú til hjá trúuðum manni, en ekki hjá þeim sem á ekki trú. Hann bara ennþá á sínu stað, veltist á sínu stað, þekkjandi það sem hann hefur þekkt, hafandi skoðanir á hlutum, dauðum hlutum, dauðum hlutum, sem að í raun og veru hverfa meira og minna allir eftir að trúin komin. Þá nefnilega breytast viðmiðin. Þau breytast með þeim hætti að orð Guðs býsna merkilegu partur lífsins. Og það gæfa hvers manns þegar hann áttar sig á þessu. Og þetta það sem við viljum innprenta í mann og konu, vegna þess að þetta það sem að maður og kona þarf að vita, skilja og skynja og gera sér grein fyrir hvers vegna. Nú beinir hún öllum fingrum að sér sjálfri. Ég manneskjan sem þarf að vita góð skil á orði Guðs. Ég eins og þú á nafnsökunar vegna þess að ég og þú og við sem þekkjum Jesús, þekkjum Jesú vegna þess að öll skilyrði sem þarf til að þekkja hann eru til staðar í okkur. Við kallum það heilagur andi. Er það ekki? Jú, við kallum það heilagur andi. Og það einmitt þetta sem við erum að gera, ekki bara hér, heldur allir sem tala Guðs orð að benda mönnum, ítreka við menn að þetta sé það sem þið þurfa að rækta. En viljiru ennþá vera á þeim stað að ljá ekki máls frá öðru nema þessi tiltekni einstaklingur kenni Guðs orð, þá endilega vertu þar. En það mun ekki gefa þér árangur af þinni trú og af því að þú ert á þessum stað að vilja að þessi eða hinn kenni þér, þá þér í raun og veru sama þína trú. Og það ekki gott.
Þeir er sama hvort þú vaxir í trúnni eða ekki og það er heldur ekki gott. En sé alvaran á bakvið, þá hætti þér að vera sama það þetta atriði og þú ferð að þrá að vaxa. Og þú vext ekki nema trausti til lifandi drottins sé til staðar. Og hann segir, hlustaðu eftir minni rödd. Og þá dettur út andlitið fyrir þínum augum og í þínu hjarta sem þú vildir endilega að kendi þér. Hann má alveg kenna þér eða hún, en hinir mega það líka. Að því að traustið til lifandi Guðs er komið. Þú verður að treysta lifandi Guði fyrir trúðinni. Ef þú treystir ekki lifandi Guði, er mjög líklegt að þú treystir í raun og veru engu. Og kannski ertu manneskjan sem hingað til hefur allt traust lagt á sig sjálfa. Og fátt er verra því þegar upp er staðið. Af hverju? Þegar manneskja gerir mistök. Og leggi hún allt traust á sig sjálfa, og hún gerir mistök, en kannski tekur ekki eftir mistökum sínum. Og drottin gæti reynt að hnippa í hana. Og hún hnippir í hana. En hún verður þess ekki vör. Mjög vont ástand. Af hverju gerist þetta? Aftur bendum við á röð vonbrigða sem valda því að þessi staða er allt í einu komin upp. Það getur verið mjög erfitt fyrir mann nema með nánari skoðun að átta sig á að hún í raun og veru treystir engum. Hve margir treysta engum. Af hverju hætta menn að treysta? Eins og vorum að tala að völdum röð vonbrigða. Af hverju vonbrigða? Oft er koma vonbrigði af því að við vorum að gera óraunhæfar væntingar hvort til annars. Væntingar. Hvaða í raun og veru sanngjarnar væntingar geti gert til þín? Hvaða sanngjarnar væntingar gætir þú gert til mín? Þú ræður ekki yfir annarri manneskju. Manneskja er sjálfstætt hugsandi vera. Og hvað gerir sjálfstætt hugsandi vera? Þess vegna það sem henni dettur í hug. Undir afli trúarinnar, sem hefur fengið að virka og kenna rétta kennslu, verða væntingar þeirra manneskju Guðs vilji. Ég skal frekar gera Guðs vilja en minn eigin, gæti verið hugsunin sem er efst á blaði. Er þetta hægt? Það er allt hægt, fái trúin að ráða. Og þá er þetta líka hægt. En ekki ef þú vilt ekki að trúin gerir neitt fyrir þig. Ekki ef þú ert ennþá á þeim stað að sjá fyrir þér andlit. Þessi, já, á að kenna mér. Og engin önnur manneskja. Ránt. Að því að drottin er stærri en þetta. En hann er heiðursmaður, það vitum við. Og ef hann kemst ekki að, þá fer sem fer. Og röð vonbrigða byrja að koma.
og röð vonbrigða af lífinu fara að merkja þig, bíta þig, berja þig, eða hvað þetta er, og enn treystur ekki Guði. Við sjáum máttleysið, gagnvart okkur sjálfum og gagnvart öðru fólki til að breyta þessu. En sé trúin á sínu réttastað, segjum við, hér get ég ekkert gert. En þú gefur ekki verkefni frá þér. Þú segir, Drottinn, takk þú við. En þú stegir þetta ekki, treystur ekki Guði. Þannig við sjáum að við þurfum að treysta. Byrjum á því að treysta Guði. Þá er aldrei að vita nema traustið til okkar sjálfra og annari kring vaxi. En ef við byrjum ekki á neinu, þá breytist heldur ekki neitt. Við þetta trúa að fólk köllum svona lagað að stíga inn í. Og það er mjög gott að stíga inn í, og það hef ég reynt oft og mörgum sinnum, að hjá mér í mínu lífi gerist ekkert fyrir en ég stíg inn í verkið. Og ég veit það að þetta er svona, en samt gengur mér misjafnlega vel að gera þessi verk. Af hverju? Ég er eins og þú. Ég er bara manneskja. Og ég er eins og þú, manneskja sem tekur kannski ekki alltaf réttar ákvarðanir. Þannig að minn vandi er ekkert minni heldur en þinn vandi. En ég leita að ráða hjá Guði. Það kannski hef ég fram yfir þig á þess að ég viti neitt hvað þú gerir. En ég get hvatt þig, leitaðu ráða hjá lifandi Guði og hann mun vel fyrir sjá. Hvernig hljómar svona boðskapur í vorum eyrum? Já, hann getur alveg hljóma mjög vel. Mjög vel. Við verðum að leggja okkur eftir því að vera Guðs fólk, og fólk sem leggur sig eftir því að vera Guðs fólk í verki getur ekkert annað gert heldur en að leggja stund á orð Guðs. Því að þar eru allir lyklarnir sem við þurfum. Réttu lyklarnir. Í vasa mínum er lyklakippa, ekki? Er ég ekki með hann í vasanum? Jú. Ég ætla að sýna þér lyklakippuna, ég er svo stoltur af henni. Og maður nærði þessu upp úr þessum yndislega vasa. Það er svo flókið mál. Þú kannast nú með þetta, ekki? Fremstur er bíllykillinn, æðislega flottur. Og svo eru húslyklarnir mínir, þú átt nú fleiri en ég á húslyklurum. Ég hef séð lyklakippur sem voru með 50-60 lyklum á, og svo lyklakippa var öllu stærri þessari og talsvert þyngri. En, við skulum segja, ég vil vera stór og sterkur og er með 2 lyklakippur á borðinu. Önnur er lyklakippan sem ég nota alla jafna, en hinn lyklakippan er með lyklum sem ég nota mjög sjaldan, en að því ég fljót fær maður og ég er allt í að flýta mér, ég er alltaf að flýta mér, þú þekkir það, og ég gríp fyrir inn og engin lyklakippa maður, ég hleyp inn og tek lyklakippu, tek ég getið hún svo stór og þung þessi og skellin í vasan, að munaði nú minnst að vasin bara færi niður, allt er með það, þetta hélt. Og svo kem ég á staðinn.
Ég þarf að fara tilbaka. Ég kemst ekki inn á neinum á þessum lyklum. Samt voru þarna 60 lyklar. Réttur lykill gengur á réttan stað. Þetta er ekki flókið. Ef þú ætlar ekki að komast fræða því í gegnum orð Guðs, þá ertu að taka ranga lykla og ætlast til að þú komist inn þessa dyr og hinar með röngum lyklum, en þú veist að það gengur aldrei. Réttur lykill opnar rétta hurð. Hér eru 3 lyklar af 3 hurðum og hér er bíllykillinn, ekki þinn, heldur minn. Þetta skiljum við. Og þetta deilum við ekki En hve mörg af okkur deilum Guðs orð og ágæti Guðs orð. Við erum ennþá með myndina af manneskjunni sem við viljum að kenna okkur. Einstaklingur sem við viljum að kenna okkur, Guðs orð. Vani. Trúin, fá hún að virka rétt, brýtur aftur vanan, á bak aftur vanan. Og vaninn er óvinnur svo margra og það getur verið erfitt að koma gegn vananum af því að við sem manneskjur erum ekkert annað en vaninn. Og þetta veit Kristur. Þess vegna vill hann, þegar hann er að gera breytingar, vegna þess að fólk er eins og það er, og þetta snýst allt fólk, takt eftir því, það sem hann er að gera, það snýst alltaf fólk. Hann leyfir breytingunum að koma í róleitunum. Það er venja Guðs. Og við smátt og smátt og smátt og smátt, þegar Guð gerir þetta allt reyndar, erum laus við kannski villukenningar, þar hafa nú staðist inn í kirkjuna, að þetta er lifandi Guð sem ræður og sér sitt verk. Hann vakir yfir sínu orði. Við erum sammála þetta, er það ekki rétt? En akkur erum við þá ekki sammála það að nýjasta þýðing íslensku biblíunnar sé rétt þýðing? Við segjum svo margt, en þegar á hólminn er komið, þá treystum við ekki Guði fyrir því sem að honum snýr. Í því ljósi hlýtur íslenska þýðingin svo nýjasta að vera rétt þýðing. Ég held að Guð hafi ekki hort í gegnum fingur sér með neitt af þeirri þýðingu. En við segjum það. Og menn er að bera saman einhverju erlend mál við þetta sem við erum að lesa. Og það má alveg taka undir það á sömu stöðum er þýðingin, segjum úr ensku, sem ég skil ekki en ég verð bara að treysta því að þeir sé að segja mér rétt, að mér finnst hún sjálf vera áhugaverðari. Það get ég alveg tekið undir. En það fellir ekkert íslensku þýðinguna úr gildi. Ég kann ekki að lesa ensku og þú getur sagt mér hvað sem þú vilt upp úr enskri þýðingu og þýtt sjálfur það sem þú vilt, en hvað veit ég það hvort þú sért að fara með rétt eða ekki. Þú getur meira að segja syngt mér enska textan, lestu, segiru, og ég les. Textin er fyrir mér bara óskiljanlegt mál og ég heyri þýðingu þína á þessum orðu sem ég var að lesa, ég skildi ekki.
hverju á ég að trúa? Að því ég veit að þú ert renglunduð manneskja, þá veit ég að þú ert að þýða þetta rétt. En íslenska þýðingin orðar þetta öðruvísi og ég segi hana, hún líka rétt. Þannig að þetta ætti ekki að vera ágreiningsefnið. En þetta verið að tönnlast enn á þessu. Hver snillingurinn upp á öðrum stígur fram en raun að segja, Drottinn vakir ekki yfir orðið sínu. Samt segir orðið það. Og ég trúi þessu. Ég treysti lifandi Guði fyrir því sem hann gerði. Það skal enginn taka það frá mér. Samt tel ég mig ekkert eiga neitt veikburðari trú heldur en þú. Og ég veit að margir sem til mín þekkja tækju undir þessi orð. En ég skil ekki erlend mál. Og þarf heldur ekkert að skilja erlend mál, en ég skil íslenskuna ágætlega, mjög vel. Yfir þessu öllu veit ég að er Guð sem vakir yfir sínu verki, sem dó fyrir mig, bent á sjálfan þig, og ætlar að leiða mig heim, ekki í gegnum orð grísku biblíuna. Og hvernig í ósköpunum ætti ég að fara því að lesa hana? En hún kunne vera betur öðrum biblíum, hvað þetta varðar. Betur öðrum biblíum og nær uppruna biblíunar en nokkuð annar rit, og ég ekkert að gera neitt lítið úr þessu, en ég hef ekki hugmynd um það sjálfur. Og hvernig ætti ég að kynnast því? Með engan vegi færum að lesa hálft orð í grísku. Hefur séð gríska stafrófið. Segðu mér einn staf sem þú þekkir þar. Þetta bara tákn, alls konar tákn. Ekki svo að skilja þetta sé ekki að vera mál en annar mál, og ég veit margar sem ég veit enga reynda sem skilur þetta, en ég veit að margir skilja þetta og lesa þetta jafn vel og íslenskt mál. Þannig þetta bara eitt af málum sem að urðu til, takt eftir því, við Babelsturnin, trúir því. Þegar hroki mannana var alveg upp úr öllu valdi og þeir ætlaði að reisa turn sem næði allt til heimis, þeir ætlaði bara að banka hjá Guði, sæll og blessaður, áttu ekki kaffi handa mér. En Drottinn var ekki hrifinn af þessu verki. Man svo lítið hæðir þá, ég kemur alveg fram í, þetta í Mósebókunni, man ekki hvað. Þeir líti á sjálfan sér mikið mikla og merkilega, segir hann, eitthvað þeim dór, en nú skal ég sýna þeim hvað ég er. Svo mæta með hann að grein í vinnu. Og hvað skeði? Þú vitir hvað skeði. Þeir koma að þetta spekingarnir, vekstjórarnir maður og með blöðin sín, að gera áætlanir, og það hafa bara, hvað sagður? Og hinn var saman þar, veitu, hvað er það að segja? Og þeir horfa bara hver á annan og skilja ekki orða því sem þeir eru að segja. Ég sé fyrir mér vandræða gangi sem þarna hefur skapast vegna þess að ég veri í þessum aðstæðum að vera innan útlendinga, blessað fólk og allt það, sem ég skildi ekki stafkrók hjá. Og það skildi ekki stafkrók í íslensku. Og hvað skeði? Þú gast engum leiðréttingum komið að. Engum, sama hversu einfaldar þar voru, þetta var sem lokuð bók. Það sem ég sagði, segjum það, og það sem fólki sagði við mig. Þetta var lokuð bók, það var ekki nokkuð leið að skilja upp niður í einunni neinu.
erlend mál urðu til við Babelsturnin. Fyrir þann tíma, takt eftir því, fyrir þennan óskaplega hroka manna var eitt mál talað. Og ég er nokkuð viss það að eitt mál átti að vera talað allan heim. En syndin skellti þessu öllum koll. Með öllu því sem hún hefur að segja í okkar lífi. Hún býr til hrokan. Skulum byggja okkur turn sem nær allt upp til himins. Svo böngum við og dyr drottin segja, hvernig ég átti ekki kaffi handa mér. En verkið var aldrei nema bara eitthvað byrjað á því. En það segir í orði Guðs að þetta hafi verið fyrsta fyrirtæki mannanna. Það er merkilegt. Finnst okkur það ekki? Jú, mjög merkilegt. En þannig talar orð Guðs það. Þannig að þegar þú heyrir orðið Babelturn, máttu líka vita það að Babelturnin er fyrirtæki og hið fyrsta í allri mannkyns sögunni. Fyrirtæki. Hvað er fyrirtæki? Það er stofnað. Það er félag. Margra eða fárra. Og í fyrirtæki er planað, teiknað, pælt og mælt. Þannig við sjáum að Babelturnin er kannski hefi plan hjá þau. Að reisa törnat allt upp til himins byggir á hefi plani. Og það var byrjað á því. En það var ekki klárað. Við höfum rakið ástæðuna. Spekingarnir með blöðin sín leggja blöðin á borðið á morgni dags, vinnudags, til að halda áfram með verkefnið. Byrju, hvað segja? Og þú, það er saman þar. Heyrðu, ég skil ekki nokkurn mann. Og þeir horfðu bara hvern og annan og enginn skildi mig heldur. Ég var komin þá með nýtt mál, minn kæri. Og allir hinir sitt mál. Enska, íslenska, þýska, danska, sænska og öll þessi austantjaldsmál og mál sem töluð eru og mállýskur sem töluð eru í heiminu sem eru óteljandi, vill ég nú bara segja. Þetta var allt til þarna. Og þú skilur ekki eitt af því nema að hafa lært það. Það fæðist enginn nema með sitt eigið mál. Og málið sem að við tölum lærum við af þeim sem er í kringum okkur, sem börn. Við förum að tala. Við heyrum. Og segjum sömu orð og við heyrum. Þannig vex orðaforðið okkar á því máli sem við fættustum inn í. Og ég fættist inn í íslenskuna og þú líka sem íslendingur. Yfir þessu vakir drottinn. Og hann vakir yfir verkinu sínu og stendur við það sem hann segir. Þannig að þú verður alveg rólegur með það að Biblían sé neitt annað en rétt. Við þurfum að treysta Guði fyrir því sem við erum að gera. Og ég veit að getur verið mjög erfitt að treysta. Þetta er einn af svona akkilesarhælum lífsmanna og kvenna. Það er þetta að hversu erfitt getur verið að treysta. Og yfirleitt rekjum við það, eins og vorum að tala um hér í upphafi, til svona röð af einhverjum svona vonbrigðum með hvort annað. Oft rekjum við þetta þangað.
Og það því ekki að ástæðulausu að Drottinn að benda á sjálfan sig sem einhvað hald, einhvað angeri sem við getum treyst. Einhver mörg af okkur í raun og veru strangt til tekið treystum lifandi Guði. En þetta eitt af því að við erum útalt gott fólk sem höfum gert þetta frá degi til dags rétt, það líka hægt að gera þetta rétt, myndu það, að þá höfum við byggt upp traust til Drottins, trúin sér að hún er að vaksa í okkur og það byggir upp þetta traust. Það því ekki að ástæðulausu að við erum að benda á þetta enn áburð sem við þurfum fyrir okkar trú. Og hvað áburð helstan höfum við? Hvern betri en orð Guðs? En ég ræð öllum það sjálfur hvernig ég geri þetta. Ef ég ennþá með myndina af mannesku, einstaklingi, karli eða konu, sem ég vil að kenni mér, þá ég á röngum stað. Ef ég ljá ekki máls á neinu öðru nema þetta tiltekna andlit mannesku segi mér Guðs orð og engin önnur, ég á röngum stað. Ég að gera lítið úr lifandi Drottni. Allt vegna þess að í grunninn treysti ég honum ekki. Ég segi það og ber mér á brjóst fyrir það að treysta honum. En í grunninn þá treysti ég honum samt ekki. Og ég tek undir með hinum sem segja að íslenska þýðingin sé bara hálfónýtt. Hvernig má það vera, spyr ég á móti. Hvernig getur það staðist? Það getur ekki staðist. Við höfum orðin í það, höfum sagt hér nokkrum sinnum að Drottinn muni vel fyrir sjá. Og hvað merkir þetta? Annað en að grunnatriðin séu þó rétt. Og hvað eru grunnatriði kristinna trúar? Orð Guðs. Hér töluð íslenska. Og Drottinn veit það. Hann hlýtur því að sjá að það sem ég að fá, þú ert að fá og við Íslendinga sé það sem hann gerði á sínum tíma. Annars stenst ekki. Þetta trú og ég þakka fyrir það sem hann hefur gefið mér frá fyrstu tíð. Þetta bara einhvern veginn fæddist með endurfæðingunni sem ég hef oft sagt frá. Og ég satt í sömu stellingu og ég sitt hér. Og allt í einu hvolfdist yfir mig sem ég vissi þá strax að var heilagur andi. Og strax kemur þessi fullvissam að orð Guðs verði að heyrast og að af orði Guðs sé þetta allt fætt. Maður sem vissi ekki haus né sporð á orði Guðs. En varð á þessu andartaki sekúndubroti fullviss að svo væri. Og ekki bara það, þetta kom strax til mín að orð Guðs yrði óma og hljóma meðal fólksins. Þetta hefur aldrei vikið frá mér. Þetta kemur á sama andartaki og ég frelsaðist á og andartak það var bara svona, fingursmellu. Það var allt komið inn sem átti þangað að fara. En skilningur allur auðvitað ekki og ekki ennþá komin ennþá.
en hann vex með degi hverjum að því ég vil að hann vaxi. Já, þú heyrið hvað ég sagði, ég sagðist vilja að hann vaxi, yxi. Ég ræði öllum þetta sjálfur. Þannig að við getum séð og skilið og fattað að orð Guðs er einhvað sem kristinn maður ýtir ekki til hliðar. Sem kristinn maður treystir öðrum fyrir að kenna sér og velur sjálfur kennarana og útilokar fullt af kennarum fyrir vikið. Við sjáum að það er margt rangt í þessu dæmi. En hlutverk okkar að rétta við bátinn. En við gerum það ekki sjálf. Og við þökkum fyrir það. Heldur er Drottinn með í verki og hann sér að verkið sé gert. Og líka að það sé rétt gert og eins og hann leggur upp með. Þannig færist orðið alltaf til rétts vegar. En það eru átök. Vegna þess að menn vanans, ég og þú, viljum ekki að þetta breytist. Að því við höfum tekið við jafnvel rangri kennslu, hún hefur orðið að einhverju réttu í okkar lífi. En þó ég segi einhver rétt sem er rangt, heldur það áfram að vera rangt. Þarna sjáum við enn og aftur veikleika manns sem getur fyrir sjálfum sér sannfært sig að rangt sé rétt. Og ef hann getur gert það rangt rétt, getur hann líka gert það rétt að réttu. Þetta er maður. Svona vinnur maður. Svona er maður. Merkileg sköpun Guðs maður. Það er ekkert annað en lítilsvirðing á sköpunarverki Drottins að bera mann og skepnu saman og gera sem jafningja. En það eftir á móti er svolítið í dag. Það er margt sem er í dag sem ætti ekki að vera. En Drottinn talar þetta allt. Hann talar það að menn verði afhuga sín orði. Og hvernig getur rétt orðið rangt í augum og í hjarta mínu nema því að ég hef verið að misskilja einhvað trúna mína. Ég get átt trú. Eða ég get samt verið með rangt, eða rétt rangt. Gert rangt að réttu. Þar eru við öll á sama bát. Þar þurfum við öll að leita náðar og vilja Guðs. En hún er til taks, náðin hans er til taks og staðar. Þess vegna séum við þetta fólk sem viljum bara láta þetta andlit eða hitt andlitið kenna okkur og ekkert annað, getum við farið af þeim stað. Við segjum, ég ætla að treysta Guði fyrir þessum málum. Og þú sérð, skilur og veist núna að Drottinn á margt fólk í þessari borg. Því nú ertu loksins byrjaður að lesa orðið og það stendur þar. Þannig að þessi eini eða eina og engin önnur eða annar má svo sem alveg kenna þér áfram, en það eru konni fleiri inn. Og þú ert sáttur og sátt við það sem þetta fólk er að segja að því að trúin hefur loksins fengið að vaxa í þínu hjarta. Loksins fengið að vaxa í þínu hjarta. Af hverju? Af því að einhvað í þér vaknaði. Einhvað í þér tók að bæra á sér.
Allt vegna þess að þú loksins fórst að treysta lifandi Guði fyrir þínu trúarlífi. Hingað til hafðirðu treyst mönnum til þess, en ekki Guði strangt til tekið. Og hvernig getur það gengið saman og upp? Það gerir það ekki, vegna þess að hafa enga burði til að ganga upp né starfa saman. Þetta verður því að fara. Og eftir kemur þú, auðmjúk manneskja, með hrópi í þínu hjarta, Drottinn leiðbendu mér. Og hann gerir það. Af því hann er að biðja þetta frá þér. Og mér líka. Nei, vinir, við þurfum ekki valið andlit mannesku þó góð sé á allt það. Við þurfum að treysta lifandi Guði sem ver okkur einkum og sérlagi fyrir vitleysunni í okkur sjálfum, hugmyndum og hugdettum. Hve oft hafa þær ekki leitt okkur út í tóma vitleysu. En sumir segja, en við ljúkum þeirri vegferð hér og nú. Heyr, segir Drottinn. Þetta er afstaða, þetta er hugarfarsbreyting, þetta er játun til hans. Að núna ætla ég að treysta þér. Og ekki velja sjálfur, heldur leyfa Drottni að velja fyrir mig, því að með tímanum, aukinni trú og trausti, veistu að hann framber bara það sem er gott. Og þú segir, það hefur ekkert breyst. En ég er að sjá þetta fyrst núna. Og ef þú vilt, þá máttu alveg biðja Drottinum að fyrirgefa þér. En það er kannski ekkert alveg nauðsynlegt. Því að afstöðubreytingin, hún nægir andspænis Guði. Hann sér að núna er manneskjan komin með sér á veginum. Var svona með aðra löppina eða bara eina tá á veginum. En núna er hún öll komin upp á vegin og gengur hnarreist og eftir sínum leiðtoga, Jesú Kristi. Og hún segir við sjálfa sig að Drottinn á marga menn og konur í þessari borg. Svo er ég að velja einhvern einn eða eina sem á að kenna mér og engin annar þvæla. Segiru núna. Og ég vil ekki vera með sjálfa mig lengur í þvælu. Góð biti. En ég held að sé komin einhver tími á þetta. Segjum þetta bara gott í dag og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakkar fyrir sig.